Þú átt það skilið. Betra bak. Já, komið sæl. Hitatölur voru almennt séð eða undir frostmarki í dag, en við fengum þó hita á nokkru stöðum nærri 10 stigum og við sjáum það hér í Öræfum og undir Eyjafjallajökli. Það voru að mælast 8-9 stiga hiti í dag. Þetta hafði vissulega meira með vindaðastæður að gera heldur en að loftið væri svo hlýtt, en það var annað sem var athyglisvert í dag. Það var náttúrulega hvasst bæði á suðaustur og Austurlandi og Austfjörðum og gula viðvaranir í gildi vegna þessa, en svona hæsta útslagi í vindinum í dag var í Hamarsfirði sem reyndar aðeins norðar heldur en táknið hér. Þar fór meðalvindur í kringum 30 metra á sekundu á 4 klukkustunda bili. Og vindhviður voru í svona 2 klukkustundir að mælast í kringum 50 metra á sekundu, þannig að það er mikið útslag þar og mikið veðurofsi á ferð, og það var reyndar víða vel hvasst en kannski ekki í þessum hæðum. En hvað var það svona stöðuna hjá okkur? Þá erum við lægðina hér fyrir austan land og hún er að fjarlægjast, og aðra lægðir sem við sjáum hér í þessu korti nú ekki mikið að koma við sögu hjá okkur. Þannig að það svona dregur úr vindi, sérstaklega hér á suðvesturhorninu til morguns, og verður áfram svona ríkjandi norðlæg átt í þessu hjá okkur fram á laugardaginn. Við tökum eftir því að það er lægð hér suðvestur af hvarfi annað kvöld, og það er svona afsprengi frá henni sem koma inn hjá okkur þá á sunnudaginn með hlýrra lofti, og við sjáum þá tungu betur svona þegar við kíkjum á loftmassan, að þá sjáum við að það er afar kalt hjá okkur núna, en fáum þessa hlýju tungu inn þegar líður á sunnudag og aðfaranótt mánudags. Skriðum aðeins nær og við skulum sjá þá hvernig þetta spilast. Þess að ég sagði gula viðvaranir í gildi á Suðausturlandi og Austfjörðum, og svo sem er í gildi á Suðausturlandi, hún er nú bara detta út núna innan, eða er í rauninni dottin út, en svo sem að gildir fyrir Austfjörði, hún rennur út í nótt. Það verður bjart viður svona mestu leyti þá í fyrramálið á sunnanverðu landinu, en skýjað fyrir norðan og getur snjóað þar á köflum, þá sérstaklega á norðausturhorninu. Og hvað var að hitatölur, þá sjáum við það svona frost að mestu, en hann getur verið svona aðeins yfir núlinu, þá ekki sérstaklega hér á syðsta odda landsins. Og ef við svo sem breytist ekki mikið þegar líður á daginn, þetta verður áfram nokkuð svipað eins og við sjáum hér, svona norðan andar í þessu víða, og kannski heldur meira en það þó hér áfram fyrir austan, en ekkert í líkingu það sem var í dag. Og síðdegis á morgun, og þá sjáum við að hitatölur, það er svona kalt, getur verið talsveit frost, sérstaklega í innsveitum, og en að öðru litlar breytingar á veðri. Og svo komum við inn á helgina, þá sjáum við á laugardaginn, þá byggir sig loftþrýstingur fyrir nokkuð ört hækkandi hjá okkur á laugardaginn, og það kemur hér upp tiltölulega veikur hæðarhryggur þó, sem mun gefa af sér svona fínasta vetraviður víða land, en sunnanátt hér allra vestast eftir hádegi á laugardaginn, og hún mun fara vaxandi þegar líður á laugardaginn, og á laugardagskvöld þá mun einnig byrja að þykna upp, því að við fáum þessa umræddu lægð þá hér inn á sunnudeginum, og við sjáum að skilin frá þeirri lægð verða komin hér inn síðdegis á sunnudag. Afar hvasst í þessu, stormur sem nokkuð víða allan hér vestan til á landinu og jafnvel víðar, en það sem er svona og talsverð mikil úrkoma í þessu á köflum allan sunnan og vestan til á landinu. En kuldaskilin fara síðan yfir þegar líður á mánudaginn, og hér sjáum við þá stöðuna klukkan 15 á mánudag. Þá liggja skilin hér yfir suðaustanverðu landinu. Það rofa til þegar skilin hafa farið yfir, og viðbúið að það detti síðan inn skúrir og seinna með slyddu eða él bara þegar líður á mánudaginn. En við skulum fara betur yfir horfur í veðri að loknu 10 fréttum. Verið sæl.